Sælunemendur, núna ætlum við að læra að taka inn tölur og kommutölur inn í breytur. Það er bara eiginlega nákvæmlega eins og þau erum að taka inn í strengjabreytur, en við þurfum aðeins að konverta á undan því allt sem við sláum inn frá lyklaborði er strengur. Og ef við ætlum að vinna eitthvað með töluna sem við sláum inn, þá þurfum við að breyta yfir í heiltölu eða breyta yfir í kommutölu. Svo við getum þá notað frádrátt, samlagningu, margföldun og slíkt. Hérna er ég búin að búa til 3 breytur. 2 af tölunni int og eina breytu af taginu taginu int. Og nú ætla ég að taka inn í þessar int breytur. Byrja því að gera hérna til notandan, segja hann hvað eigi að gerast í forritinu, svo hann viti það nú. Þó að við vitum það nú alveg, þá veit notandinn það kannski ekki. Og nú þarf ég að konverta á undan. Við hérna toInt 32 og gerir svo console readline eins og áðan. Þá lesum við línuna í console glugganum, segjum það í sláum strengin 10, breytum svo strengnum 10 með þessari skipun hérna í tölu og setjum það svo í breytuna tala. Og gerum alveg svo setjum töluna. Right line. Og þá hjálpar hún að gera tölu 1. Gerum alveg eins. Og nú sjáum við að við erum búin að taka inn í 2 tölur, tölu 1 og tölu 2. Nú ætlum við kannski að birta eitthvað út. Og þá verður þetta console, right line. Þá nota ég right line. Tala 1 er, afsakið þetta. Þá nota ég plusinn og gerir tala eða tala, það er fyrir talan, plus og ég myndi nú keyra þetta upp, býti hérna start eða F5 á lyklaborðinu. Þá ger ég 12 og 13 og þá sjáum við tala 1 er 12 og seinni talan er 13. Sjáum við 12 og 13. Þá kemur 12 og 13 hér. Nú loka ég þessu hérna. Við hefum þetta líka geta gert, tökum þetta allt hérna í burtu. Gert það svona, það skiptir engu máli hvernig við viljum birta þetta út. Við þurfum ekki endilega að birta þetta alltaf út í einni línu. Gerir vaff, Ctrl vaff, það sem ég kóperaði áðan til þess að spara mig tíma. Og þá sjáum við að nú erum við komið 2 línur. Ég ætla aðeins að breyta þessu hérna í int og gera hérna summa, þetta breyta þessu hérna, búið til eina int breyti viðbót sem heitir summa. Ég ætla aðeins að sína ykkur eitt hérna. Nú vil ég leggja þessar 2 tölur saman og geyma niðurstöðuna eitthvað staðar. Og ég ætla að geyma niðurstöðuna í breytinu summa.
þá ger ég tala pluss tala 1. Núna er ég búin að taka innihaldið sem er hérna í breytunni tala og leggja það saman við innihaldið sem er í breytunni tala 1 og taka þessar tvær tölur, leggja það saman og skrifa í breytuna summa. Nú erum við fann að gera eitthvað skemmtilegt. Og hérna og right line. Summa talnanna er, og hvað haldið að koma hérna? Jú, pluss summa. Íti svo F5 og þá ger ég 15 í fyrir töluna, 30 í seinni töluna og þá sjáið að tala 1 er 15, seinni talan er 30 og summa talnanna er 45. Og pröfið nú endilega að sjá og skrifa inn mismunandi tölur og leggja það saman. Við getum líka að pröfa hérna, skulum bara gera hérna, að gera sinnum og mínus og deilingu. Breytum formerki. Margföldun pluss, nei þetta átti að vera mínus, afsakið, mínus og deiling. Takk fyrir í dag.